Heilbrigðisráðherra upplýsir á morgun hvort og þá hversu mikið sóttvarnaaðgerðir verða hertar. Uppsveifla faraldursins heldur áfram með 200 smitum í gær og neyðarkalli frá Landspítalanum um hertari aðgerðir. Íslensk kona sem leiðir eitt af samningateymum Bretlands segir vinnu við lokayfirlýsingu loftslagsráðstefnunnar í Glasgow krefjandi en skemmtilega. Dagarnir séu langir og enn sé stefna breska ríkisins að ráðstefnan klárist á morgun. Skjálfti á stærðinni 5,2 reið yfir Suðurland laust eftir hádegi í dag. Þetta stærsti Suðurlandsskjálfti í rúm 13 ár. Ekkert bendir til þess að hann sé fyrirboði Heklugoss. Gott kvöld. Þessi fréttatími styttri heldur en venjulega vegna leiks Rúmeníu og Íslands í undankeppni HM í karla í fótbolta. Upphitun fyrir leikinn hefst strax á loknum fréttum. Ríkisstjórnin ræðir í fyrramálið tillögu sóttvarnalæknis hertar aðgerðir til að ráða niðurlögum COVID-bylgjunnar. Búið að bæta við 3. farsóttarhótelinu í Reykjavík. Atvinnu- og nýsköpunarráðherra segir að við þurfum að venja okkur af því að horfa á smittölur heldur að fylgjast með alvarlegum veikindum. Enn einn daginn var metfjöldi smita eða alls 200. 18 eru á sjúkrahúsi með COVID og 4 á gjörgæslu. Annar sjúklingur á geðdeild Landspítalans hefur greinst og 5 starfsmenn. Yfir 1500 manns í eftirliti COVID-göngudeildar sem met og þar af eru 350 börn. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir búinn að senda heilbrigðisráðherra minnisblað þar sem hann leggur til hertar aðgerðir. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir að hún fari með það á ríkisstjórnarfund á morgun. Þórólfur segir að það hefði sýnt sig hvað dugi til að beygja bylgjur niður. Tregða hefur í kerfinu að grípa til þeirra og hann búist við að það sama verði núna. Farsóttanefnd Landspítala lýsti í dag yfir miklum áhyggjum á stöðunni og kallar eftir hertum aðgerðum strax. Hinar háu smittölur á undanförnu hafa gert það að verkum að bæði farsóttahótelin í Reykjavík nú nánast full. Sjúkratryggingar Íslands hafi því gripið til þess ráðs að taka hótelið Reykjavík Lights á leigu og þar með bætast við 105 herbergi. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, segir að fyrir nokkuð löngu hafi verið ákveðið að horfa ekki á smittölur heldur alvarleg veikindi þegar aðgerðir væru ræddar. Við þurfum samt að venja okkur við það að vera ekki að horfa á smittölunar heldur á álagið á spítalanum og alvarleg veikindi vegna þess að sem betur fer hefur orðið algjör bylting þegar við vorum orðin svona vel bólusett að langstærsti hluti fólks sem að fær COVID verður ekki alvarlega veikt. En ég hef heyrt af því að það eru tillögur á leiðinni hertar aðgerðir og ég hef ekki séð þær, þannig að hvernig þær líta út og hvað heilbrigðisráðherra leggur til og svo tökum við umræðum það í ríkisstjórn eins og við höfum gert, þannig að sú umræða eftir. Það fer að síga á seinni hluta loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow. Sendinefndirnar hafa 1 dag til stefnu til að ná samningum lokayfirlýsingu þingsins. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður og Ragnar Santos myndatökumaður eru í Glasgow. Hólmfríður Dagný, líklegt að sendinefndirnar komist að niðurstöðu fyrir þennan tíma? Já, það verður að spyrja leikslokum með það. Það yrði þá ekki fyrsta loftslagsþing eins og þetta sem myndi dragast á langinn. Við höfum ekki heyrt neitt frá breska ríkinu eða skipuleikendum, neitt annað frá breska ríkinu eða skipuleikendum þessa þings að það eigi að klára þetta á morgun. En það að heyra það á kollegum mínum hér í fjölmiðlaherberginu, þar sem við erum núna. Fólk svona misjafnlega bjartsýn á þetta og jafnvel sumir bara mjög svartsýnis. En við hittum einmitt íslenskan fulltrúa í sendinefnd Bretlands í dag og spurðum hana meðal annars út í þetta. Þau eru ófá skrefin sem eru tekin á loftslagsþingi Sameinuðu þjóðanna. Það tekur 20 mínútur að ganga frá einum enda til annars á hinu svokallaða bláa svæði þar sem sendinefndir landanna funda dag og nótt. Ein þeirra Íslendinga sem stendur í því stappi, reyndar fyrir hönd Bretlands, Salka Margrét Sigurðardóttir. Hún leiðir eitt af samningateymum Bretlands. Þetta mjög skrítið, ég klíp mig stundum til þess að átta mig hvar ég Salka hefur unnið að undirbúningi loftslagsþingsins í 2 ár og stýrir nú samningateymi sem fjallar þverfagleg mál eins og málefni hafsins og kynjajafnrétti. Og ég líka að vinna núna að klára samninga og samdráttana, hvernig við ætlum að taka þetta allt saman síðustu lokasporunum.
Þetta hlýtur að vera krefjandi. Þetta mjög krefjandi, þetta hefur samt verið ofboðslega gaman. Mér finnst svo gaman að vinna verkefni og allir að vinna að sama markmiðinu og þetta hefur verið rosalega mikið vinna. Ég var vakandi til 1-2 nóttina seinustu nótt og vakna snemma en þetta búið bráðum, þannig að eins og ég segi, ég sef í desember. Og náið að klára þetta á morgun? Já, við ætlum að klára þetta á morgun, það stefnan. Fyrstu drögin af lokaniðurstöðu þingsins voru birt í gær og hafa verið gagnrýnd af náttúruverndarsamtökum fyrir að ganga ekki nógu langt. Salka segir að það séu alltaf mismunandi áherslur og ágreiningur milli landa. Allar ákvarðanirnar á þinginu eru teknar samhljóða. Það þurfa hvert einasta landa hafa eitthvað í þessum samningum sem þau geta samþykkt, annars stendur eitthvað einn upp og samþykir þau ekki. Þannig að þetta mikill dans, til dæmis í gær vorum við að hlusta á samráð milli landa, ég heyrði það sem Ísland sagði og þá skrifum við það inn í samningana og skrifum það sem allir segja og við erum ekki að hugsa hvað Bretland vill eða bara Ísland vill, heldur að hugsa hvað vilja öll þessi 200 lönd og hvernig við getum skrifað það inn í nokkrar blaðsíður. Þannig að það alveg ofboðslega erfitt og vonandi getum við gefið ný drög út bráðum. Já, þetta flókið samningaferli eins og Salka segir og þá verða allir að samþykkja að loka niðurstöðuna. Ég held að sé alveg á hreinu að það ennþá margt sem stendur út af borðinu hér í Glasgow. Umræðan peningamálin verða sífellt háværari og það meðal annars verið þá að tala styrk til þróunarríkjanna vegna áhrifa loftslagsbreytinga og það sem kallað loss and damage. Það að bæta þjóðum upp það tjón sem verður vegna veður ofsa. Það hefur verið talsvert mótmæli í Glasgow. Búist við frekari mótmælum á morgun? Já, það einhver orðrómur það. Það verði jafnvel stærri mótmæli á morgun eins og voru síðasta föstudag, þó kannski ekki alveg jafn stór, það voru mjög fjölmenn mótmæli þá. Það hafa verið svona litlir gjörningar sem við höfum tekið eftir sem við komum bæði innan þings og utan, þar sem fólk auðvitað að reyna að koma sínum skilaboðum á framfæri en það ljóst að svona titringurinn að magnast. En við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með og flytjum ykkur áfram fréttir frá Glasgow, ég og Ragnar Santos, myndatökumaður, og sjáumst aftur í 10 fréttum. Já, takk fyrir það. Og titringur í Glasgow segir hún og við ætlum að fjalla annars konar titring. Það öflugur jarðskjálfti 5,2 að stærð reið yfir Suðurland á öðrum tímanum í dag. Upptök hans voru við Vatnafjöll á 5,6 km dýpi og fannst hann vel allt sunnanvert landið og víðar. Jarðskjálftinn sagður dæmigerður Suðurlandsskjálfti og sá stærsti síðan í maí 2008. Engar skemmdir urðu af völdum jarðskjálftans en hann fannst vel víða á Suðurlandi og fólk sem fréttastofa ræddi við í dag var sumt hvert mjög skelkað af hans völdum en aðrir fundu reyndar bara ekki neitt. Bara manni bregður og það fundu svona nokkur létt stykki niður úr hillum en það var engin skaði. En einstinni þá maður bara svona smá kvíðinn eftir 2016. En þú hefur nú upplifað ýmislegt hérna og hefur áhyggjur af því að þetta tengist eitthvað eldsumbrotum í Heklu? Ég ekki hrædd við Heklu. Ég búin að sjá hana tvisvar koma upp og hún hefur ekkert komið með skjálfta á undan sér. Þannig að, en samt gáum maður alltaf að því hvort það hún sem að koma. En þú ert ekkert smeyk við að það sé núna á næstunni? Nei, ég ekkert smeyk við Heklu. Mér illa við jarðskjálfta. Fannst ekki neitt? Nei, ekki, ég var á bíl, sko. Aftur mútið fann ég hennar skjálfta í Vatnafjöllum 87. Alveg þvílíkt mikið. Þetta var rosalegt. Fannst þú líka fyrir honum? Já. Og bara, hvernig var þetta? Skemmtilegt. Fannst þér þetta líka skemmtilegt? Svona bæði, skemmtilegt og pínu stressandi. Það verður þannig skjálfti í Vatnafjöllum upp á 5,2 og hann finnst mjög víða hér Suðurlandið og alveg til Reykjavíkur og mönnum eðlilega svolítið hvert við. Við síðan funduðum með náttúruvár sérfræðingum Veðurstofu og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og á þeim fundi þá kom fram að menn teldu að þetta væri sniðgengishreyfingar sem að væri ekki tengdar endilega eldgosi eða einhverju slíku.
Forseti Hvíta-Rússlands velti upp þeim möguleika í dag að hindra gasflutning til Evrópuríkja vegna deilunar flóttafólk á landamærunum af Evrópu. Þessu hótar hann vegna refsiaðgerða sem Evrópusambandið grípur líklega til í næstu viku. Sambandið sakar hvítrússnesk stjórnvöldum að flytja flóttafólk að landamærunum til að skapa óstöðuleika þar. Jamalgasleiðslan sem mikilvæg fyrir gasbirgðir Evrópu liggur í gegnum Hvíta-Rússland frá Rússlandi. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar Svetlana Tikhanovskaja segir engar líkur á að af þessu verði skaðinn yrði mun meiri fyrir Hvíta-Rússland en Evrópu. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Fredrik Willem de Klerk, fyrrverandi forseti Suður-Afríku, lést í morgun 85 ára að aldri. De Klerk tók við forsetaembættinu árið 1989 þegar aðskilnaðarstefnan milli hvítra og svartra var enn við lýði. Árið eftir heimilaði de Klerk starfsemi flokka sem börðust gegn aðskilnaði og leysti Nelson Mandela, helsta réttindabaráttumann svartra, úr 30 ára fangelsisvist. Þeir fengu báðir friðarverðlaun Nóbels árið 1993 fyrir að færa Suður-Afríku í átt að lýðræði. De Klerk var í dag minnst víða fyrir að hafa breytt landinu til hins betra. Og svona í lokinu á þessum stutta fréttatíma ætlum við að líta aðeins til veðurs með Hrafni Guðmundssyni veðurfræðingi. Komið sæl, við sjáum hér stöðu veðurkerfa. Það lægð hér suður í hafi sem að stjórna veðrinu hjá okkur núna. Það svona austlæg átt á landinu, strekkingsvindur syðst, svona stöku skúrir eða slyddu él sem að slæðast hér við suðurströndina. Breytist lítið til morguns en síðan kemur hér nokkuð djúp lægð til landsins á laugardaginn með vaxandi suðaustan storm og talsverða rigningu og hlýnar verulega hjá okkur. En á morgun þá verður ósköp meinlaust veður hjá okkur en það svona þykknar smá saman upp á öllu landinu og áfram svalt en það svona dregur heldur úr frostinu svona þegar skýjahurðin færist yfir. Þannig að en síðan breytist nú veður verulega á laugardaginn, vaxandi suðaustanátt og talsverð úrkoma sérstaklega sunnan til á landinu. En við skoðum þetta betur í seinni veðurfréttum. Verið sæl. Já, við gerum allt lengra og betur í seinni veðurfréttum eins og Hrafn segir því að þessum stutta fréttatíma að ljúka og íþróttirnar að taka við vegna leiks Rúmeníu og Íslands í undankeppni HM karla í fótbolta. Leikurinn hefst korter í 8. Sjónvarpsfréttirnar klukkan 10 eins og ég var að segja, það verða lengri og ítarlegri heldur en venjulega. Á sama tíma verða fréttir fluttar í útvarpinu og við minnum ykkur í lokin á vefinn okkar þar sem fullt af fréttum að finna og RÚV appið fyrir snjalltæki þar sem þið getið horft á þessa fréttatíma okkar og alla dagskrá okkar. En þessu er lokin núna, verið sæl.